heitir safnheitið yfir já, kannski koffínríka drykki, ég kann ekki nefna þetta en það fer oft ekki saman með svo aftur áfenginu það getur haft slæmar afleiðingar, ekki rétt Steinar? Jú, það er möguleiki og menn eru reyndar ekki alveg sammála þetta en allur er varinn góður og eins og við vitum að þá er áfengi, það er þessi depressant, það er þunglindisaukandi þó að menn séu hressir og kátir eftir fyrstu 2-3 sko, þá hérna á endanum þá nær þessi þáttur áfengisins tökum á manni og þegar þessu síðan blanda saman við eitthvað sem örvandi eins og koffín og hér er kannski gott að minnast á það að þessir orkudrykkir eru þessir drykkir sem eru þessum álstaukum 250 millilítra og 500 millilítra þetta er ekki Powerade og Leppin og Gatorade, þessi drykkir sem ætlað til þess að nota í íþróttum heldur þetta þessi koffíndrykkir og reyndar orkan líka þarna meðal hún tilheyrir orkudrykkjónum og þetta er til þess að svo Red Bull og Burn og fleiri svona drykkir og þegar þessum koffínríku drykkjum og ofta tíma með meira koffín í þessu heldur en kaffibólla þegar þeim síðan blanda saman á áfengi þá vilja menn meina að það geti orðið til þess að það verði alvarlega hjartsláttartruflanir hjá einstaklingum sem neytir og þess vegna vilja menn bara vera með ákveðnar svona fráleiðbeiningar að fólk sé ekki að blanda þessu mikið saman. En það er nú samt gaman að áfengi, þið vitið það að áfengi er matvæli. Voru ekki rússarnir að uppgöta að þetta er ekki matvæli, þetta er áfengi? Já, en það er þarna hérna á Íslandi er það þannig og til dæmis sko í áfenginu er alkohól og alkohól er nú bara þannig það er eitt 4 orkuefni, hinn eru prótein, fita og kolvetni. Þannig að þetta og hvert gramm af alkohóli það veitir okkur 7 hitaeiningar. Þannig að við verðum líka að taka til þessa helgin þó við séum að skemmta okkur. Hefur hringt í heilbrigðiseftirlitið og láta vita af þessu? Þeir vita þetta allt saman. En sko síðan er náttúrulega hægt að gera ýmislegt sem að auðvitað náttúrulega ámar að sleppa fram að sér beislunu í glens og gleði annars lagi, það er ekki spurning og allir næringarfræðingar eru sammála það eins og jólun þá borða maður vel og páskum og svona og auðvitað er í lagi fyrir þá sem eru komið með aldur og hafa getu til að fá sér aðeins í dána en það má ekki gleyma því að þegar við erum svona í útilegum þá gleymist oft að borða og þá náttúrulega vitum við það að áfengið hefur talsveit meiri áhrif heldur en ef að maginn væri fullur af mat og þess er bara fínt fyrir fólk að taka til þessa helgina að vera ekki að gleyma að borða ennþá á 3-4 tíma fresti og þá er ólíklegra að áfengi komið í bakið á okkur og svo eins og kannski það var frétt hérna inn á Vísi í dag að konur sem er á blæðingum þær verða meira fullar, sáðu þið það? Já. Það er bara svona eins og með, sko, ef við erum ekki með sykur eða lítinn sykur í blóðinu eða lítinn mat í maganum þá hefur áfengi meiri áhrif. En að gera náttúrulega bara að hafa gaman að þessu og muna samt að áfengi það veitir okkur hitaeiningar og til dæmis eins og í bjór þá erum við bæði með alkohóli sem veitir okkur 7 hitaeiningar per gram og svo erum við líka með kolvetnin í bjórnum sem veitir okkur 4 hitaeiningar per gram. Þannig að þetta er náttúrulega bara þetta er handónýtt. Já. Allt er gott í hófi, eða ekki? Jú, það á við þetta eins og allt annað. En eins og ég segi þá bara passa þetta er mjög algengt maður hefur séð þetta á skemmtistöðunum í Reykjavík að fólk reynir að endast nóttina lengur með því að blanda eða jável drekka eitthvað og svo drekka heilan staut af orkudrykkjum eða svona koffíndrykkjum á eftir og það gerir það óhjákvæmilega að þú hefur þú vakir lengur og hefur meira stuði í kroppnum sko en það er áhætta þetta sem að ég myndi segja verða ekki þessu verið að taka þetta er ekki bráð áhætta en hún er til staðar hún er til staðar einhver hjartakvillar eða segja til sín truflanir getur við sagt já þetta geta verið svona einmitt truflanir á hjartslætti Steinar Aðalbjörnsson næringarfræðingur, kæra þakki fyrir þetta og góða helgi. Já, takk sem leið.